Ágætu yndislegu vinir, enn eru við saman komin til þess að heyra orðið frá hæðum og í dag er 17. júní og við erum búin að vera sjálfstæð þjóð síðan 1944 og baráttan að þessu marki var hátt í 100 ár, geti ég trúað. Ég er reyndar ekki alveg með á reynu hvað, kannski var þetta meira en 100 ár, en svona 100 ár hugsa ég að sé nokkuð rétt. En eftir þann tíma þá tókst það og við urðum þessi sjálfstæða þjóð sem við mistum og vorum ófrjálsir svona innan gæsalappa í allmargar aldir undir lötum lengsta stjórn Dana. Þeir gáfu eftir sinn rétt og við erum núna frjálsbornar manneskjur sem þjóð. Og í dag, 17. júní, erum við að halda upp á þennan merkisatburð, því þetta er auðvitað merkilegur atburður fyrir þjóð að hafa eignast þetta. Í dag er 2014 og hvað skyldu margar þjóðir vera ófrjálsar þjóðir? Þær eru margar. Og hve margar þjóðir allir lúti hörðum og illum yfirvöldum? Þær eru allt og margar. En við getum verið sæl og sátt og við virðum ýmislegt. Við erum með alls konar góð mannréttindi hjá okkur sem við viljum hafa. Eitt af þessu er málfrelsið og það er ekki léttvægt fundið. Það er ekki léttvægt fundið að geta tjáð sig allt á milli himins og jarðar og gagnrýnt þetta ef menn vilja gagnrýna og á þess að eiga á hættu að vera handtekinn og varpað í fangelsi. Þannig við erum á mörguleyti lukkunnar pannpílar og þó við kannski séum ekki alltaf þakklátasta fólk í heimi, en hvar finnum við það? Það er hvergi til, vegna þess að hjartað er fullt af vanþakklæti í okkur allt og mörgum. Það verður bara að segja þetta eins og er. En við erum líka til annað sem heitir kirkja. Og kirkjan leggur grunninn að öllu sem heitir góð mannréttindi og mannréttindi. Í kirkjunni verður til málfrelsi til að mynda að dæmi sé tekið. Og kirkjan styður allt sem á til góðs verða en stendur gegn öllu sem að orðið segir að verði til ills eðlilega. Þess vegna þarf rödd drottins að heyra og hljóma og óma en mun ekki gera það nema af örum mínum og þínum sem þekkjum veginn. Og að því að við þekkjum veginn, þá líka höfum við burði til að tala það sem vegurinn á að heyrast á þessum veginn. Og það er ekki hégómi heimsins. Heldur er það orð Guðs og að því að við erum trúaðar manneskjur, eigum við líka til mörg á okkur þakklæti. En þakklætið innan raða safnaðanna er oft áfátt, af því að söfnuðurinn samanstendur af fólki og allt fólk er bara eins og það er misjafnt. Og líka eins og alls staðar annars staðar í lífinu þá er fólk innan safnaðanna á misjöfnum stöðum, komið mislangt í trúnni, hefur tekið sína trú misjafnlega alvarlega en margir taka hana mjög alvarlega og það er þetta fólk sem hefur sökt sér ofan í orðið og getur því talað visku orðsins inn í kringumstæður. Og þess vegna vill það styðja kirkju og boðskap kirkju því að það veit sannfært hefur séð það og reynt að grunnur að öllu þessu góða sem við eigum til að mynda málfrelsi. Og sjálfur er ég ekki nokkru vafa það að sjálfstæði Íslands meira og minna fyrir bæn, ekki endilega og bara þeirra sem að unnu hörðum höndum að því að koma þessu á. Þetta er margra í þessu landi. Þetta er báðu sýnt og heilagt, jafnvel í gegnum allar þessa ófrjálsu aldir voru að biðja þjóðinni griða og blessunar og frelsi og sjálfstæði. Það er í eðli mannsins
að biðja þannig fyrir sínum, já, þess vegna þjóðinni. Því að þetta hann partur af þjóð og þjóðin verður því á sumpart hans. Og þannig eigum við að hugsa. Við eigum að hugsa þannig að við séum hluti af einhverju, þess vegna þjóð, og við leggjum sem kristnar manneskjur gott eitt til þjóðarinnar og notum til að mynda 17. júní sem þjóðhátíðardagur Íslendinga til þess að undirstrika þetta fyrir okkur sjálfum. Og alltaf komum við að sömu niðurstöðu þegar við hugleiðum þessi mál í einhverju alvöru og einhverju sanngirni, og það er kirkjan, það er orð Guðs, það er það sem að Kristur er að tala og segja og gera í þessu landi, já, í þessu landi þegar við búum í þessu landi. Og okkur hlýtur því að vera umhugað að þetta land njóti blessana ekkert síður heldur en aðra þjóðir. Og ég vill vera farvegur blessana drottins inn í umhverfið, inn í þessa þjóð og geta því þjóna stórum Guði. Og orð töluð með mínu munni í trúnni búa yfir krafti, umbreytandi, umskapandi krafti sem við skulum ekkert gera neitt lítið úr, sem eigum þessa gjöf. Og hún fylgir öllum trúuðum, endurfæddum, heilasanda fylltu fólki hverjum sem og það er ekki farið í neitt manngreinaróli. Þess vegna viljum við undirstrika það sem er gott, fagugt og fullkomið og við getum því miður ekki bent á neitt annað þar sem heldur en kirkjuna, orð Guðs, trúna mína og þína. Og allir geta eignast þetta saman og ég, trú og Jesú Krist, en Drottins er að veita. Því hann gefur sjálfur, velur sjálfur þá fólk sem hann vill hafa inn í kirkjunni, akkur velur hann ekki alla. Ég veit ekkert um það. Það er ekki mitt að svara því, en ég veit að þetta er svona. Ég þarf að gefa Drottni fullt leyfi og heimild til að gera það sem hann vill, því hann gerir það hvort þið er. En ef ég er eitthvað að reyna að reisa honum skorður, þá er ég raun og fyrst og fremst bara að mæða sjálfan mig. Ég reisa honum skorður af því að ég er mæðu full manneskja. Og mæða mín, hún breytir Drottni ekkert, hann er bara á þessari vegferð og segir mér að koma með og hætta þessari mæðu. Og svo er það mitt að velja hvort ég vilji halda henni áfram eða stíga upp úr henni og ganga veg Drottins á eftir honum og með honum, eins og hann er að bjóða mig. Og þá tek ég mér orð fagnaðarerindisins í munn og bá svona fagnaðarerindinu yfir land og þjóð, því að ég veit að fagnaðarerindinu sprettur upp margur góður gróðurinn sem verður þessu landi til heilla og blessunar. Og fagnaðarerindinu er þessi grunnur áfram sterkur og öflugur og við áfram með það í landinu sem við viljum hafa. Eitt er málfrelsi sem við viljum alveg endilega að sé virt og allir eigi að hafa rétt til að nota. En hafa menn það. Sem betur fer út frá svona stjórnmálalegu hliðinni, já, það hafa menn það, en við veitum allt um það að það er ekki allir neitt hrifnir af þessu málfrelsi nema hjá sjálfum sér og þeir koma gegn þessu alveg á fullu, en það verður bara að vera svo. En við erum menn orðsins og við höldum áfram að frambera orðið í þeim kærleika og í styrk sem að trúin gefur okkur. Og þetta er það sem við viljum að heyrist í þessu landi. Og þetta er það sem við viljum undirstrika á sjálfum 17. júní, degi þjóðarinnar, ef svo má segja, í 70 árið ekki. Það er nú ekki lengra síðan, elskuðu vinir, sem við eignuðust sjálfstæði frá Dönum, 70 ár. Og hvað er þetta land búið að vera til lengi? Árið 2000 þá héldum við upp á 1000 ára afmæli kirkjuna og þjóðin byrjaði ekkert fyrir 1000 ára, hún er búin að vera til miklu lengur. Þannig að það er búið að vera til fólk í þessu landi kannski 1500-1600 ár eða Guð má vita hvað, allavega lengur en 1000 ár. Því áður en kristni var lögleitt hérna á þessu landi þá var bara þjóðin heiðin og þekkti ekki neitt nema bara þessa stokka og steina sem hún var að falla fram fyrir hverjum annan þeirra. En þetta breyttist árið 1000 þegar að maðurinn skreið undir feldinn og kom undan feldinum eftir 1 eða 2 daga eftir tíma og sagði að við skulum vera kristin. Það erum ekkert að ströggla neitt meira í þessu
og síðan hefur þjóðin að nafninu til verið kristin og kristin með mörg kristin gildi hjá sér, það ekkert hægt að neita því þó að kannski obbi manna sé ekki kristin í hjarta sínu, þá býr þjóðin að þessum kristnum gildum í kerfinu sínu, í stjórnmálunum sínum, í uppbyggingunni sinni og nýtur réttinda vegna þess að yfir þessu öll saman bænin, orðið sem að bara tala sínu máli í Jesú nafni. Ef við segjum fyrsta þætti lokið og vindum okkur beint í annan. Já, henni, 17. júní í dag og hann hefðbundinn. Það eru skrúðgöngur og það eru lúðrar, verið að blása í lúðra og einhver ræðuhöld og svona. Já, þetta svo sem ekkert verri dagur endur margur annar og oft bara gaman að vera innan hópinn á 17. júní og þetta svona ákveðin sjarmi yfir þessum degi sem að ég sé enga ástæði til að vera neitt að hrófla svo mikið við. Og þetta ákveðin svona, já, þetta vekur okkur ákveðin með svona þjóðerniskennd og það bara allt í lagi með það. Það allt í lagi að vita að við séum Íslendingar og við sem manneskjur og hluti þjóðarinnar þurfum að standa vörð utan ákveðin gildi sem að við höfum í dag en vitum eða ættum allavega að vita að gætum mist og hér væri hægt að vera með annað munstur og annað ferli í gangi heldur við þekkjum sem að koma til að mynda gegn mannréttundum þannig að þú getur ekki tala það sem þú vildir tala, þú getur ekki sagt alla þína skoðun, þú yrðir að fara svona bil beggja sem að málfrelsið og tjáningafrelsið hindrar raunverulega, þú bara segir það sem þú vilt en svo það auðvitað þínu valdi hvernig þú tala. Auðvitað ætlast til þess að menn mæli á skynsemi og færi rök fyrir sínu máli en það nú allur gangur á því hvernig það vegna þess að menn eru bara að ausa meira og minna af reiði sinni. Og það eitt af því sem málfrelsi leyfir okkur í raun og veru. En auðvitað þetta hugsunin á bakvið þetta að viska og skynsemi sé með í verki og orðum og þá erum við komnir að þætti trúarinnar sem heldur svo vel utan alla þessa þætti hjá okkur og trúin svo annt tunguna mína því hún veit máttin sem býr í orðunum og vill að endilega ég sé gætin í orðum og í verkum auðvitað en maður sem hefur ekki trúna til þess að styðja sig við hann mælir auðvitað eins og trúin frá hjartanu og svo það spurningin hvað í hjartanu? Það fullt af reiði og biturleika og gremi? Það fullt af trú? Og ég lofa því að maður sem mælir á trú mælir allt öðru sem heldur að reiður maður. Hann mælir ekki reiðilega og svo sem mælir ekki reiðilega mælir af svona friðsælu hjarta bara að tala allt öðruvísi heldur en hinn. Það bara svart og hvít og hvort viljum við heldur. Viljum ekki vera hvíta liðið upp. Og það við þegar við erum í trúnni og leyfum trúna að tala út munnin okkar. Því það staðreynd að frá hjartanu kemur manninum málfarið. Þess vegna það alltaf spurningin hvað í hjartanu. Menn geta verið svo blindir á á sig sjálfar að þeir bara finnst þetta að vera allt í lagi það sem þeir eru að segja þú sé ekki óhróður sem kemur út munn einstaklingsins. Akkurri. Hann blindur á eigin gjörðir. Hann hefur augu, hann sér ekki, hann hefur eyru en heyrir ekki. Þess vegna gefur til að mynda ekkert fyrir kirkjuna og kemur beint og óbeint gegn allri kirkju en kannski búin að upphefja einhverja manneskju, ónýta menn sem bara eru eins og ég, svona í dag og allt öðru svo morgun. Trúin ekki svona. Hún bendir alltaf á Jesú. Hún bendir alltaf á mátt og megin Krist og elskar að frambera fagnaðarerindið sem Kristus sjálfur höfundur að. Og þá mælir hann ekki af sjálfum sér í raun og veru. Þetta mælir hann af anda Guðs.
og andi Guðs er ekki reiður. Hann er mildur, hann er kærleiksríkur og hann talar þannig að það megi vera til gagns þeim sem heyra, umfram allt segir hann mér sannleikann. Og hann segir mér um þessa þjóð að hún byggi á kristnum gildum og það sé mitt hlutverk, og segðu það með mér, það sé mitt hlutverk að halda og standa vörð þessi gildi, því að ég gæti mistu. Og ég lofa þér því og sjálfum mér líka að það vil ég ekki. En trúin hefur staðfest þetta í mér að svo gæti farið, þess vegna bið ég. Bið að kerfið sé áfram byggt á þessum kristnu gildum og í dag 17. júní og það er góður dagur einmitt til þess að minna sig á hvað við eigum, hvað við höfum byggt upp og af hverju við höfum byggt það. Við höfum byggt það meira og minna á orði Guðs. Allt sem gott má kalla í stjórnarskráni kristin gildi. Þess vegna megum við gæta okkur því að hrófla ekki of mikið við henni, en breytinni þó þannig að þessi kristnu gildi séu áfram það sem stendur efst. Við getum breytt auðvitað ýmsu, en við getum samt breyttið þannig að kristnu gildin séu efst. Þá erum við leið að halda stöðuleikanum og við fáum áfram út úr kerfinu það sem við viljum fá sem einstaklingar og þjóð, og við höldum áfram að veita til að mynda fjármagni til þeirra sem þurfa fjármagn, eru einhverja hluta vegna óvinnufærir, og þetta fólk líður ekki skort, hefur kannski ekki mikið umleikis, en líður ekki skort vegna þess að kerfið er kristið og það á áfram og ætla áfram að vera kristið vegna þess að kirkjan, ég og þú sem trúaðar manneskjur munum áfram standa þetta vörð. En við viljum að það sé tjáningafrelsi, við viljum að það sé trúfrelsi, þú má trúa hverju sem þú vilt, en ég og þú sem kristnar manneskjur ætlum að halda áfram að vera kristnar manneskjur og standa vörð kristin gildi. Ég stend ekki vörð neitt nema kristin gildi og ég áskil mér allan rétt til að halda því áfram. Það er bara minn sjálfsagði réttur. Ég lá ekki máls á að standa vörð eitthvað annað sem að kemur gegn kristinni trú. Það er ekki til umræð, það er ekki eins og inn í mínum orðaforða. Ég hef málfrelsi og svona má ég tala. Af því að það er málfrelsi í þessu landi. En sums staðar væri nú öruggara fyrir mig að tala ekki allt og hátt þetta. Viljum við svoleiðis í þessu landi? Ég er nokkuð viss að hvert einasta mannsbarn en þetta heyrir hristir höfuð og segir nei, ég vil það ekki. Hvað erum við tilbúin til að gera? Því að þetta er til víða í löndum, bara hér og nú í þessum töluðum orðum. Hvað ætlum við að gera? Já, við trúum því ekki að þetta gerist. Af hverju trúum við því ekki? Nei, við ætlum að standa þetta vörð. Við ætlum að biðja inn í þessi mál, við ætlum að styrkjast í því sem Guðs og Jesú í okkur sjálfum, því að það er eina leiðin sem við höfum. Og að því við styrkjumstum í þessu, að því við viljum styrkjast í þessu, þá leið kirkjan öflug, samfélagi kristinnumanna öflugt. Það verður okkur alltaf til góðs eins og ekkert nema til góðs. Því að verk kristninna blasa við hvert sem við lítum. Það góða í þessu samfélagi eru allt kristin gildi. Og það er fullt af góðu í þessu samfélagi, í kerfinu til að mynda sem við höfum aðgang á að, þó við kvörtum undan því að sjálfsögðu og séum grútspældi yfir því að það hafi ekki aðeins meira. En þá komum við að þeim þætti sem heitir þakklæti. Og það er alltaf verið að innprenta þetta í okkur, bæði mig og þig, að vera þess að þakklátu mannesku sem við erum bara stundum og kannski allt og sjaldan. Og í þakklætinu verði þakklátu bara fyrir það sem ég hef. Jú, ég hef nóg.
það er ekkert undan eina kvarta. Hvað vil ég meira? Ég vil kannski eitthvað meira. Af hverju? Kannski er ég bara óanaður í mínu hjarta. Kannski er ég ófullnægður í mínu hjarta. Og hvernig fullnægi ég hjartan? Með því að vera eilítið lengur og ofta með Kristi, þá fullnægist hjarta mig. Og þegar hjartað er fullnægt, þá elska ég það til að mynda að dæmi sér tekið að frambera þjóðinni og hverjum ég sem við tegir að fagnaðar erindið, því að það er lykillinn að gæfu og verður áfram lykillinn að gæfu af því að það hefur verið hingað til lykillinn að gæfu í Jesú nafni. Við séum öðru þætti lokið og vindum okkur beint í 3. Já, elskuðu vinir, 17. júní, það er komin 17. júní. Hverju sungu þetta heima það er? Þetta er ekki ennþá verið að syngja þetta lag á 17. júní. Þannig að 17. júní er svona nafn hjá íslensku þjóðinni. Ég held að sé nú alltaf til svo maður sem að vil eitthvað breyta því. Þetta er bara dagurinn sem að valinn var til þess að undirrita þetta sjálfstæði og var það ekki danski konungur sem kom hingað og undirritaði þetta ásamt þeim Íslendingur sem áttu að taka við og það var gert á Þingvöllum árið 1944. Og þá umsnerist þetta land í það að vera sjálfstætt land. Þá umsnerist þetta land í að vera með lög sem það sjálft hefur samþykkt. Og það er bara kostur, hvað sem við segjum um það. Og það er bara í eðli okkar að vilja hafa þetta svona. En við erum víðsýnar manneskju og við horfum út í heim og við sjáum að það er bara ekkert, það er allavega fullt af þjóðum sem búa ekkert við þennan kost. Þeir hafa ekki einu sinni rétt til þess að trúa því sem þeir vilja trúa. Í sumum löndum bara nefnir þú væni minn ekkert krist. Þá ertu bara komin í lífshættu. Beinlínis. Þetta er staðan í þessum töluðum orðum hjá allt og stórum hóp. Hvar er málfrelsið í þeim löndum? Hvar er trúfrelsið í þeim löndum? Það er ekki til. Málfrelsi og trúfrelsi, það hangir saman. Það sem ekki er málfrelsi, það er yfirleitt heldur ekki trúfrelsi. En það sem er trúfrelsi, það er líka, já ég myndi nú fullið að er allstaðar líka málfrelsi. Og þetta eru lykil atriði fyrir þjóð og einstaklinga að vera undir. En auðvitað verða menn auðvitað gæta sín á að fara vel með þetta og vanda mál sitt, því það geta allir menn gert og tala það sem er staðfest, þú getur staðfest, en er ekki bara einhverju sögusagnir sem þú heyrðir utan að þér og veist ekkert hvaðan eru komnar og þú bara hleypur og fullur með þetta og ert að því að bera út slúður, kannski á þess að vita það. Það er ekki að virða málfrelsi. Málfrelsi segir mér að vita hvað ég er að tala. Að geta staðhæft það sem ég er að segja. Rétt fram sannanir vegna þess að ég hef verið að vinna í málunum. Þá hleypi ég ekki með einhverja sögur sem ég heyri og bara flytta bara óbreyttar jafnilega með viðbótum frá mér sjálfum og bæti því grá ofan í svart. Og til hvers er það? Það er ekki til neinskar. Því miður samfélagið er fullt af þessu vegna þess að við virðum ekki svona þessar grunnreglur okkar. Við viljum hafa trúfrelsi, við viljum hafa málfrelsi, þetta eru lykil atriði, en við verðum að fara vel með þetta. Og hvað heldur betur utan allt svona nema einmitt mín kristna trú? Ég bara þekki enga aðra leið sem er betri þessari. Ég vil vaxa í þessu. Því ég vil að þetta málfrelsi haldist og ég vil fara vel með þetta málfrelsi. Ég vil tala orð sem eru bara byggja á einhverjum grunni. En er ekki bara í lausu lofti fjúkandi fram og tilbaka og er ekki hugni fiskur. Það er ekki að virða málfrelsi. Það er að óvirða þennan rétt sem heitir málfrelsi því að það er réttur sem við vitum að ekki allir hafa. En við höfum að þegar við búum á kristnum gildum og kristin gildi taka híklust undir þetta og ljá ekki máls á öðru en að
sé viðhaldið. En þjóðin, einstaklingarnir, þurfa að læra að virða þetta til að hún missi það ekki. Ef að það endirinn á þessu að við missum þetta, þá auðvitað sjáum við hvað við áttum en höfum ekki lengur. Er það ekki bara of seint í árinna gripið? Við þurfum ekkert að enda með því bara að þetta verði bara svipt burt frá okkur. Þess vegna þurfum við vel með þetta. Við hættum að tala staðlausa stafi. Við hættum að hlaupa með bara sagnir sem við heyrum og bara hjálpum til við að bera út slúður. Því að ef ég að segja einhverjum eitthvað sem ég heyrði á þess að vita hvað á baki er, þá var ég bara slúðurari alveg rétt eins og sá sem talaði við mig. Þess vegna má ég ekki fara með hana. Hún getur alveg stoppað á mér saga. Og hún gerir það. Því ég er ekki sá sem er að hlaupa með slúður, ég bara nenni ekki, ég hef enga tíma í það. Við höfum að virða það sem er gott í þessu landi. Við höfum að virða trúfrelsið, við höfum að virða skoðanafrelsið og tjáningafrelsið og því að það er réttur hvers manns að tala allt sem hann vill. En hann þarf að vera þannig uppbyggður í hjartanu að hann tali rétt mál. Þannig séð mál sem verður til uppbyggingar og áminningar og áréttingar og byggja á einhverjum grunni sem heldur. Það er nú ekki mikið það en það, finnst okkur það. Hjá svona stórum hópi manna, en það er til fullt af fólki, við megum heldur ekki gleyma þeim sem að tala bara vandað mál og byggi sinn málflutning á bara rökum. Það er málfrelsi. Það er ekta og satt tjáningafrelsi sem að við, menn fóru af stað með, sem að vildu þetta. Þetta byggir á kristnum gildum. Það fullyrði ég. Og þetta styrkist viðhelst í samfélaginu að því að það eru alltaf til fullt af fólki sem styður kirkjuna, sem styður leið orð Guðs. Og Jesú, því hann er þetta allt. Þeir vilja að þetta eflist, og ég tek undir þá, ég vil vera með í þessu, að þetta eflist, því ég vil sjá eflda kirkju í þessu landi. Ég veit á hvaða grunni hún stendur. Hún stendur á kletti aldanna. En stjórnarskráin þótt hún sig hafi kristið íva, þá er hún samt mannaverk. Og því fráleitt fullkomin frekar en önnur mannaverk, jafnvel þó hún byggi að stórum hluta á kristnum gildum. Þá er hún ekki orðið sjálf. Það finnum við hins vegar í Biblíunni. Og við sem að biðjum og trúum og elskum þetta land og þessa þjóð, eins og við gerum sem kristnar manneskjur, við föllum fram fyrir orðinu og trúum því að orðið og kraftur Guðs, hann haldist utan þessa grunnþætti kerfisins sem að býður öllum sömu hlutskipti og réttir fram hjálparhönd þar sem að í þeim tilvikum þar sem menn og konur eru óstarfhæf sökum alls konar veikinda og krankleika sem herja á þetta fólk og því miður á vissan part þjóðarinnar. Því hún byggir á kristnum gildum. Það er heldur ekkit allir sem hafa svona gott stoðkerfi í stjórnsýslunni, má segja, sem tekur á þessum málum. Akkurri. Því að hún byggir á kristnum gildum þessi þjóð. Og það er mitt hlutverk sem kristins manns, og þú segir þetta með mér, að standa þetta vörð, og hvernig geri ég það? Með því að vera kristinn maður sjálfur, með því að trúa orðinu og treysta því að það taki á þessum málum og umfram allt á biðja inn í þetta stöðulega. Því ég veit mikilvægi þess að þetta sé í góðum höndum og í góðu lagi og allt eins og það á að vera. Og þá heldur áfram að verða til hérna afl sem er gott afl. Við vitum að illa aflið, það gengur hér En við eigum líka að vita hitt aflið sem gengur innan þetta illa afl og ljósið. Og allt það sem þetta ljós
þar illa aflið í ákveðinni fjalla því að það þolir ekki ljósið, það hefur ekki leyfi til þess að vera í þessu ljósi, það verður að hörfa undan ljósinu og það fer út fyrir ljósgeisla. Og þetta eru við þessi kristnu menn, þess vegna eigum við að frambera fagnaðarerindi nr. 1 og 3 og við eigum að biðja fagnaðarerindið inn í stjórnsýsluna og við eigum að segja því að halda þeim gildum sem þar eru og láta þau vaxa ásmegin en ekki minnka. Eins og vorum að tala áðan að þó stjórnarskráin, hún byggir á kristnum gildum. Það hægt að breyta stjórnarskráni á þess að hrófla neitt við þannig séð kristnum gildunum. Þau hafa áfram sitt vægi. Þetta það sem við þurfum alltaf að biðja að þau haldi áfram að hafa sitt vægi í Jesú nafni. En við séum þriðja þetta lokið og vindum okkur beint í fjórða. Já, einir, þetta gaman að velta fyrir sér ýmsum hlutum og við getum alveg tekið þjóðina fyrir svona og blessa hana með orðum Guðs og því það nú hennar dagur, það 17. júní og við höfum haldið hann hátíðlegan frá því 1944 og þetta hefur árlegt, það upp á koma, það veisluhöld, það svona gleði og glens í gangi út allt land, ekki bara á einhverjum einu stað. Allt landið undirlagt í þessum hátíðarhöldum. Við skulum líka muna eftir því. Þetta ekki bara í kringu þig, þetta út allt land. Og það svolítið merkilegt að hugsa það að þjóðin raunverulega huga sitt sjálfstæði og að svona leyfa sjálfstæðin að blessa sig á þessum degi, 17. júní. Hvort sem hún gerir sig grein fyrir því að þetta að kristnum huga, kristnum gildum komið. Sumir gera það, en fráleitt allir. Og að því að fráleitt allir gera sig grein fyrir því að það voru kristin gildi sem komið þess á, þá voru okkar hlutverk og okkar ábyrgð að halda þessu við, þannig að menn í það minnsta svona leiði þó ekki sem öðru hvoru hugan að því hvernig þetta varð þeirra eign. Það engin spurning það að eignin þessi kom af bæninni, af orðinu, af krafti Guðs sem elskar fólk, heyri bænir og lætur það hafa ýmislegt vegna þess hann sér kærleikann og trúna í hjartanum. Guð ekki maður. Guð hugsar ekki eins og maður. Hann hugsar alltaf út frá trúnni í mínu hjarta. Þetta hefur hann gert á öllum tímum. Af hverju misti þjóðin sjálfstæði sitt á sínu tíma, yfir til Norðmanna og svo Dani, veð ekki? Ég hef ekki hugmynd það og hef ekki heyrt neitt mikið það, það getur verið gaman að kanna það hvers vegna. En ég nokkuð viss það að upp hefur verið komin einhver staða sem var ekki Guði þóknanleg. Ef við horfum bara til Ísraelsmanna, þegar óárunin koldist yfir þá, við vitum að Ísraelsmenn útvalin þjóð af Guði. Ég heiðingi, ég ekki með í þeim pakka. Og við veltum fyrir okkur sögu Ísraelsmanna eins og við sem kristnir menn höfum margoft gert og við höfum séð sigrana þegar þeir sögðu já við drottinn og við höfum séð ósigrana þegar þeir sögðu nei við drottinn, má segja, og snéru sér á stokkum og steinum og hve oft mistu þeir í raunverulega ekki sitt sjálfstæði. Hvað er það annað en að missa sjálfstæði að vera seldur í ánauð til annarra þjóðar? Er það nokkuð annað en ósjálfstæði? Þeir mistu sjálfstæði sitt oft, en fengu það alltaf aftur vegna þess að Guð stendur við sitt. Hann hefur sagt ég elska þessa þjóð, umfram aðra þjóðir. Og hann gaf þeim alltaf réttinn aftur tilbaka, því hann ræður öllu. Já, hann ræður öllu. Og að því hann ræður öllu og ég viðurkenni það, þá vil ég að kristin gildi haldist og að fagnaðarerindið óma og hljómi sem víðast og sem oftast í þessu landi. Og þetta góður dagur 17. júní til þess að brýna okkur í þessu. Hvað við þurfum að gera? Við þurfum að halda áfram að boða fagnaðarerindið í þeim sannleika sem fagnaðarerindið þrífst best í. Það þrífst ekki nema í sannleika. Af því við viljum sjá svo margt hérna vaksa en dafna en minnka ekki. Og fagnaðarerindið
framborið af trú og heilu hjarta aflið sem gerir þetta fært og mögulegt. Og svo fara menn að grautast í stjórnarskráni eins og allt verið að tala og allt verið að gera líka, við megum ekki gleyma því. En að þegar við erum að byrja og við trúum að Drottinn standi vörð, þá þarf það ekkert að rýra neitt gildi kristninnar í stjórnarskráni. Þessu trúi ég. Trúir þú þessu með mér? Kannski, kannski ekki. En breytir ekki því að fagnaðarerindið sjálf þarf að heyrast. Og ég maður fagnaðarerindisins og þú ert maður og kona fagnaðarerindisins, þannig okkur ekkert að vanbúnaði. Bókin heitir Nýja testamentið, bókin heitir Nýja testamentið og Gamla testamentið og þetta það sem við þurfum. Við þurfum ekkert annað. Þurfum ekkert vissa staðsetningu, vissan dag og við getum alveg farið þá leið. Við getum bara staðið upp og farið út núna og byrjað. Því þetta allt í staðar. Segir ekki Drottinn sjálfur, rækarnir eru hvítir til uppskýru. Það ekki eftir neinu að bíða. Hann gerir allt klárt fyrir 2000 árum og þetta allt klárt ennþá klárt. Men svo alltaf veltur út á mér að rísa á fætur, stíga fram og gera. Það einmitt það sem ég alltaf að hvetja sjálfa mig til og þig með mér. Þetta málið. Og með þessu verkslagi haldast þessi yndislegu góðu gildi sem við höfum. Við höfum verið að tala hér kerfið, við höfum verið að tala hérna svona bara réttlæti að því sem að menn hafa, sem að veikjast, fara einhver hluta vegna út af vinnumarkaðssökum þess að þeir geti ekki lengur starfað eins og þeir gerðu. Þá tekur kerfið við þeim. Þetta staðreynd og það vill enginn breyta þessu neitt. Og þeir sem að vilja það, þeir ná ekki mjög langt í sinni hugsun. Og þegar þeir setjast yfir það mál, þá ég nokkuð vissum að þeir komast að því samkomulegi sjálf á sig að þetta þurfi að vera. Þessar tryggingar fyrir fólk, einhver hluta vegna dettur út af vinnumarkaði, þarf líka að fá sína framfærslu. Og þessi framfærsla komin auðvitað af skattpeningum frá fólkinu og hábiblíulegu gerningu. Við erum með þessum móti óbeint að taka þátt í að rétta fram hjálpandi hönd til hans og hennar sem ekki lengur færum að stunda vinnu með sínum höndum. Við tökum þetta fólk að okkur með þessum hætti. Því það eru kristin gildi í þessu landi. Og við erum bara þakklátt fyrir það að geta þetta skuli vera með, hvort sem við þökkum þessum kristnum gildum fyrir það eða ekki, en það gerir ég hins vegar. Og ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því að þetta geti horfið. Af því ég þarf ekki að horfa út í heim til vissra landa þar sem ég veit að þetta ekki. Kannski var þetta einhvern tímann með einhverjum svona áþekkum hætti, en það ekki í dag, vegna þess að það komið upp nýtt afl sem ekki mannvænt afl og vill ekki þegnum vel, þetta lemur á þeim með svipu daginn út og daginn inn. Við svoleiðis kerfið. Ég held að allir segi nei við þeirri spurningu. En hvað erum við tilbúin til að gera til þess að viðhaldinu? Veit að nú mann hefur, sumir já, en það virkar ekki. Því ofbeldi fæðir eftir ofbeldi og þetta nú bara gömul saga og ný og þetta vita allir sem vilja vera sanngjarnir í sínum niðurstöðum. Það ekki það sem áttur við þegar á að frambera fagnaðarerindið. Því að fagnaðarerindið kemur bara með sannleikann og eftirleitur mér og þér að vinna úr því sem það heyrði eða hafnaði. Þannig fagnaðarerindið. Það þrýstir sér engan upp á engan en bendir á og kemur til mannsins með sannleikann. Og í sannleikanum gerist margt. Ef þú tekur við sannleikanum þá snýrðu á sveif með til að mynda þessu manni sem þú ert að hlusta hér á. Að þú sérð að þetta rétt. Ekki endilega það sem þessi maður að segja, heldur fagnaðarerindið rétt. Og svo með tímanum, fljótt löngu eftir að þú komið til trúa, þá sérðu að þessi þjóð
byggir sín grunngildi á kristnum. Og þess vegna eru til þessi sjóðir sem við höfum verið að tala hérna örlítið og sem veitir til þeirra sem einhverju hluta vegna eru dottnir út af vinnumarkaðinu sökum veikinda og slysa og alls konar svoleiðis. En þetta fólk lifir svona þokkalegu lífi þrátt fyrir það vegna þess að það hefur fengið þó framfærsluna út úr kerfinu af því að það byggir á kristnum gildum. Þetta finnst mér vera mikilvægt að tala og mér finnst þetta bara vera góður dagur 17. júní sjálfur þjóðhátíðar dagurinn að einmitt að minnast og drepa aðeins á þessi atriði. Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og trúir því að þú fengir eitthvað til að móða úr og tilgangur ekki annar. Jesú nafni. Amen.